óska ykkur gleðilegra hátíðar og við hefjum þessa guðsþjónustu á hvítasunnudag með því að syngja hvítasunnusáum séra Valdimars Bríms, vígslubiskups, Stín á himni skýr og fagur. Hann númer 220 í hörpustrengjum. Heyra Guðs orð, lesið í Jesú nafni frá Postulasögunni, öðrum kafla, þar sem greinir frá hinum fyrsta hvítasunnudeigi. Og nú var kominn hvítasunnudagur, voru þeir allir samankomnir á einum stað. Og skyndilega varð gnýr af himni eins og aðdynjanda sterkviðris og fyllti allt húsið sem þeir sátu í, og þeim birtust tungur eins og af eldi væru hvísluðust og settust á einn og sérhvert þeirra. Og þeir urðu allir fullir af heilögum anda og tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Og svo skulum við lesa úr spátnumsorði Jóels
Og það mun verða á hinum efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella af anda mínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá, og ungmenni yðar munu sjá sjónir, og gamalmenni yðar mun dreyma. Já, einnig yfir þræla mína og yfir ambáttir mínar mun ég á þeim dögum úthella af anda mínum, og þau munu spá. Og ég mun láta undur verða á himnum uppi og tákn á jörðu niðri, blóð og eld og reykjar mökk. Sólin mun snúast í myrkur og tunglið í blóð áður en hinn mikli og dýrlegi dagur drottins kemur. Og svo mun verða að hver sem ákallar nafn drottins mun frelsast. En þeir heyrðu þetta, stungust þeir í hjörtun og sögðu við Pétur og hina apostulana: Hvað eigum við að gjöra, bræður? En Pétur sagði við þá: Gjörið iðrun og sérhver yðar látið skýrast í nafni Jesú Krists til fyrirgefningar syndar yðar, og þér munuð öðlast gjöf heilags anda. Því að yður ætlað fyrirheitið, og börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem Drottinn Guð vor kallar til sín. Og við skulum biðja saman. Mér langar til að spyrja ykkur hvort þið hafi bænarefni, ef þið vildu gefa þau til kynna. Og þau ykkar sem hafa þakkarefni, við vitum að Drottinn heyrir bæn, og við skulum biðja fyrir þessari stundu og fyrir þessu bænarefnum. Himneski Faðir, ég þakka þér fyrir son þinn Jesúm Krist sem þú sendir í þennan heim til að leita hennu týnda og frelsa það. Ég þakka þér, Drottinn minn, fyrir það að þú gafst þinn heilaga anda til að minna okkur á allt það sem að Jesús sagði. Ég þakka þér fyrir að þinn heilagi andi gefinn í dag og hann mun blessa þessa samveru stund, Drottinn minn, með nærveru sinni. Ég biðji himneski Faðir minn og blessir það orð sem talað verður og þá söngva sem sungnir eru, Drottinn minn. Ég biðji, Drottinn minn, og blessir alla þá sem að njóta þessara stundar, og ég biðji, kæri Jesús minn, að þú fylgir eftir þínu orði með nærveru þíns heilaga anda, Drottinn minn. Ég biðji fyrir öllum bænarefnunum sem borin voru fram og ég lofa þig og þakka þér fyrir þakkarefnin, Drottinn. Ég fel svo þessa stund í þínar hendur og ég fel þessa samkomu alla í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Takk ykkur fyrir, við megið setjast.
Okkur það sannarlega gleði að geta boðið upp á skírn í þessari guðsþjónustu, þar sem að 3 vinir munu nú láta skýrast. Það var skírn á fyrsta hvítasunnudag, þegar 3000 manns tekið höfðu við orðinu og spurt hvað ætti að gjöra, létu skýrast. Það var líka stór skírn á Íslandi árið 1000 þegar að Þorgeir ljósvetningagoði kvað upp úr þann skurð að allir menn sem byggja á Íslandi skyldu trú á einn Guð, Föður, Son og Anda helgan. En þeim brast þrek og kjarkur til þess að láta skýrast í köldu Þingvallavatni, en voru þess í stað skýrðir í Laugarvatni og Reykjalaugu í Reykjadal. Skírnin boð drottins, sá sem trúir og verður skýrður mun hólpinn verða. Og nú spyr ég þig, Andrés Magnússon, hvers vegna ert þú komin hingað og ætlar að láta skýrast? Jesús frelsari minn. Já, það er fínt. Elsa Þórisdóttir, hvers vegna ert þú hér og ætlar að láta skýrast? Því ég fundið Jesús Krist sem frelsari minn og ákveða að ganga með honum. Og ákveða að ganga með honum. Og Kristbjörg Magnúsdóttir, hvers vegna ert þú hér og lætur skýrast? Jesús Kristur frelsari minn og ég vil fylgja honum. Já, þetta alveg rétt svör hjá ykkur. Ef þú trúir af öllu hjarta þá það heimilt. Og stýrandi bróður okkar og vinnur Daniel Glad og gengur hann nú til verks og þið gangið til skýrnarinnar í sömu röð og þið standið. Gjörðu svo vel. Ja. Við þökkum þér, Drottinn, að þú vegurinn til lífsins og til himinsins. Við þökkum þér að þú blessa þessa stund frammi fyrir augliti þínu og nú þau sem hér ganga þennan veg hlýðnist voru eins og Drottinn forðum daga í Jórdan á Jóhannes skýrari. Við skýrði frelsam á Jesum Krist í Jesu blessaði nafni. Amen. Samkvæmt skýlausri boði Drottins og þinni eigin trú og játningu skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og heilags Anda. Amen. Skýlausri boði Drottins og þinni eigin trú og játningu skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og heilags Anda. Amen. Samkvæmt skýlausri boði Drottins og þinni eigin trú og játningu skýri ég þig til Jesú Krist í nafni Föðurins, Sonarins og heilags Anda. Amen.
Himmelske Fader, ég þakka þér drottinn fyrir heila stund hér, frammi fyrir augliti drottins. Þú vilt blessa kæri vinur okkar sem nú hafa gangið veginn með þér, drottinn minn. Þú vilt leiða þau allan veginn og drottinn þekkir sína í Jesú blessari nafni. Amen. Frelsi veitir þetta nafn frá sínd, meðan fjöldans nafn mun fölna, mun hið fagra nafn hans ljóma, og það lýsir mönnum leið ógreið fjöld. Það leiðin sem við ferðumst yfir Kristur Jesús kallast, komu hans ég þá mun minnast, á Golgata hann gaf upp anda sín, til að gæti ég og þú séð himini. Be
blessa ykkur öllum í nafni Jesú Krist og á Hvítasunnu, frá Hvítasunnu kirkjunni í Reykjavík, óskum við landsmönnum öllum gleðilegar hátíðar heilags anda. Bjóðum kirkjugesti velkomna til hátíðahalds, svo sérhvert hann horfir á skerfi sjónvarpsins í heimili eða hæli, til sjós eða hvar sem Við byggjum þjóð okkar líknar og náðar á erfiðum tímum náttúru hamfara og sundur lindis manns fólksins byggir þetta land Ísland. Við þökkum forráðamönnum sjónvarpsins og öllum stuðlað hafa að þessu guðsþjónustu haldi, ekki þá síst fólkinu í landinu með bréfum sínum og símtölum hefur mjög eindregið óskað eftir þessari stund. Sérlega vil ég þó þakka vini mínum og bróður í aðdáun Jesú Krists, séra Emil Björnssyni, fyrir framlag hans og samstöðu. Við byggjum að þessi guðsþjónusta megi verða áfram til hátíða og gleði. Texti minn á þessum hvítasunnudegi úr Jóhannesarguðspjalli, 14. kapitula og versinu nr. 15. Og ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan huggara anda sannleikans. Guð bless okkur heilagt orð. Ég mun biðja föðurinn. Það bendir á að Jesús hafði sitt bænaefni. Allir biðjendur tjá bænaefni sín fram fyrir Guð og flestir vilja gera það í heimmuleg heitum. En hér opinbert bænaefni beðið á viðkvæmri kveðjustundu í heyranda hljóði. Ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan huggara anda sannleikans. Jesús var að fara inn í krossdauðan og Golgata. Þeir skildu þetta ekki, þeir gripu þetta ekki og þeir vildu það ekki heldur. En Jesús talaði að þetta væri alveg nauðsynlegt, að hann yrði að gefa sitt líf og blóð til lausnargjald fyrir syndugt mannkyn. En hann vissi veikleika lærisveinana og hann veit veikleika okkar og að við getum ekki staðið ein eða óstudd. Þess vegna ákvað hann það að hann myndi biðja föðurinn og hann myndi gefa þeim huggaran anda heilagan anda sannleikans. Og sá andi gefinn í dag. Læknirinn Lúkas hann skrifar þetta þegar Jesús að kveðja það og það mjög athyglisvert í Lúkasarguðspjalli 24. Og sjá ég sendi fyrirheiti föður míns yfir yður, en þér skulu vera kyrrir í borginni uns þér íklæðist krafti frá hæðum. Og hann fór með þá út í nánd við Betaníu og hann hóf upp hendur sínar og blessaði þá. Og meðan hann var að blessa þá skildist hann frá þeim og var uppnuminn til himins. Og þeir tilbáðu hann og sneru aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði og þeir voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð. Öll ræða Jesú Krist vakti athygli og eftirtekt og hér skapaði hún löngun og þrá og forvitni. Fyrirheit föðurins, hvað það? Hann sagði þetta við þá og bað að bíða kyrrir í borginni uns þeir íklæddust krafti frá hæðum. Og þetta var á uppstigningardag sem við höfum nýlega haldið hátíðlegan og þegar hann fór með þá upp til fjallsins, þaðan sem hann var uppnuminn til himins, þá var þetta undirstrikað, verið kyrrir og biðjið, krafturinn og andinn mun yfir ykkur koma. Og meðan hann var að blessa þá skildist hann frá þeim, segir Lúkas. Skilnaðarstund alltaf sorgarstund. Skilnaðarstund vanalega ekki gleðistund. Og skilnaður kallar fram tár og kallar fram harma og kallar fram grátur oft og einatt. En viðbrögðin hjá lærisveinunum þessi að þau tilbáðu hann. Þeim var það ljóst að hann drottinn og hann Guð og hann verður allrar tilbeiðslu og við megum tilbiðja hann og við skulum ákalla hans nafn og biðja til Jesú Krist. Hann okkar frelsari og lausnari.
Og svo sagt að þeir hafi snúið aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði. Það var ekki lengur sársauki yfir því að væri að fara. Heldur var fögnuðurinn kominn. Ó, það til þakkun. Við skulum vera kyrrir í borginu og sjá hvað það sem hann gefur okkur og hvernig við fáum að reyna það. Og þeir snéru aftur til borgarinnar með miklum fögnuði, segir Lúkas guðspjallamaður. Og þá hljómaði þetta fyrir eyrum þeirra þar sem hann lofaði þeim: ég mun senda yður anda sannleikans, hann sem heimurinn kemur getur ekki tekið á móti, hann skal bera mér vitni og það er til góðs að ég fari burt og þá mun ég senda andan heilaga til ykkar. Og svo sjáum við inn í líf þessara manna í postulasögunni, hvernig að þeir tóku þessu bókstaflega. Það var vor og það var blíða og í fiskimönnunum frá Galileu, frá Betsaida, við Genesaret sjóinn, þá ólgaði náttúrulega í þeim björgunar þrá til lífsbjargar. Þeir voru ekki verkfalli á þeim degi. Þeir urðu að vinna sér inn daglegu brauði. En þeir hlýddu þessu boði drottins að vera kyrrir og það stendur hérna í Lúkasar guðspjalli 1, 4 og 5 og eitt sinn hann satt að borði með þeim, bauð hann þeim að fara ekki burt úr Jerúsalem, heldur bíð eftir fyrirheiti föðurinn sem þér sagði hann hafið heyrt mig tala Því að Jóhannes skýrði með vatni, en þér skulu skýrðir verða með heilugum anda nú innan fárra daga. Þeir höfðu reynt vatnsskýrnina eins og við höfum séð hér í dag og fundið þá blessun sem henni fylgir. Þeir höfðu fengið að sjá svo margt af drottni og þeir urðu aldrei fyrir vonbrigðum með hann. Það var allt stórkostlegt í sambandi við hann. Allt veggsamlegt, háleitt og hreint, alveg eins og það er í dag. En þetta höfðu þeir ekki fengið að reyna að vera stýrðir með heilögum anda og eldi. En verið þið kyrrir, verið þið vakandi og verið þið biðjandi. Og þeir sem þetta orðið stíla til eru samkvæmt 15. versunum hér bil 120 manns. Og svo segir svo, eins og lesið hefur verið hér frá í dag, en nú var komin hvítasunnudagur, voru þeir allir saman komnir á einum stað. Það var hvergi veikur hlekkur, hvergi brestur í keðjunni, þeir voru þar allir. Og það er klukkan 9 morgun sem samkoman er. Það er sól og blíða, það er stór hátíð, það er fyrsti dagur vikunnar, það er hvítasunna. Annar atburður hafði skeð líka á fyrsta degi vikunnar og það var upprisa hans þegar hann stíg út úr gröfinni og nú endurtekst það hið sama að dyr Guðs ríkis birtist og opinberast. Það er þess vegna að við kristnir menn höldum fyrsta dag vikunnar helgan og það er þess vegna líka að við höldum hvítasunnu hátíð enn á Íslandi á þessu herrans ári 1979. Skyndilega var gnýr af himni eins og aðdynjandi sterkviðris og fyllti allt húsið sem þeir sátu í. Þetta er eitthvað annað en svo hugsun að allt sem í kringum kirkju og kristindóm snýst skuli vera eins og við jarðarför eða í kirkjugarði. Það er alveg andstæð hugsun boðuninni því að kristindómurinn er líf og heilagur andi líf. Og hér er þetta kröftugt líf sem birtist og opinberast. Og það fylltist allt húsið sem þeir sátu í og þeim birtust tungur eins og að veldi væru hvísluðust og settust á einn og sérhvern þeirra. Þeir urðu allir fullir af heilugum anda, þeir tóku að tala öðrum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Þetta er undursamlegt að taka eftir þessum atburði sem hér á sér stað. Og það stendur hérna áfram, en er þetta hljóð heyrðist hvað mannfjöldin saman. Það heyrðist hljóð alla borg og það stend á einn punkt og þar voru lærisveinarnir samankomnir og afar mikill mannfjöldi dreif að. Við sjáum að því að 3000 frelsast og kannski stærri hópur hefur hneykslast og staðið á móti því þeir sögðu að þeir væru fullir drukknir af sætu víni. En þeir sem voru jákvæðir og þeir sem voru opnir, þeir sögðu: sjáu ekki allir þessi sem tala galilegu menn? Það er ekki þeir hálærðu og skriftlærðu. Það er ekki fræðimennir að fariseanir. Það eru galilegu mennin í norðan landi og hvernig stendur á þessu. Það eru reiknuð hér upp 17 mismunandi
þjóðarbrot sem hann samankomin, öll með sínum málum og sínum mállýskum. Og þeir heyra hver og einn tala á sinni eigin tungu stórmerki Guðs. Hver eru stórmerki Guðs? Stærsta stórmerki að Guð er kærleikur og hann elskar okkur. Og hann unnir okkur allsins besta. Og hann unnir okkur jafnvel þess að við getum verið bústaður heilags anda, andas sannleikans og anda hreinleikans. Og þegar Pétur gefur skýringu fyrir líðin hvað þetta er, þá segir hann hér í versunum númer 37, 33, þegar hann því nú upphafi með Guðs hægri hendi og hefur af föðunum fengið fyrirheitið heilagan anda, hefur hann úttelt honum sem þér sjáið og heyrið. Sá maður sem stýrist í heilagum anda og eldi, hann verður aldrei sami maður eftir á. Hann hefur mætt einhverju nýju sem hann ekki hefur haft hugmynd áður að vera til. Hann hefur fengið að reyna þessi stórmerki og undur náðarinnar og grunntónnin er kærleikur. Af því Guð elskaði þá vildi hann gefa þeim þetta, og af því að Guð vildi vera með þeim og leiða þá var það líka nauðsyn á að meðtaka þetta. Hvað fylgdi því að þeir stýrðust með heilagum anda og eldi? Jú, það er sagt okkur Hvítasunnumenn að við bendum alltaf fyrst á tungutal. Já, Postulasagan gerir það líka. Við hljótum mega að gera eins og Postulasagan gerir. Það er ekki fundið upp hér í Fíladelfíu í Hvítasunnusáttmálanum að menn skuli tala nýjum tungum. Það er drottinn Jesús Kristur sem fyrst talar það. Þeir munu leggja hendur yfir sjúka og þeir munu tala nýjum tungum. Og hér fylgdi þetta fast á eftir atburðinum á Hvítasunnudag að þeir eru fullir af þessum heilaga anda, hreinleikans og sannleikans. Þeim leið vel. Ég hef reynt þetta sjálfur að það kemur þannig út að innibúandi kraftur sem ekki er fyrir í manni heldur kemur. Það er hann sem tekur valda á tungurótunum og hann kallar fram orð og lætur tunguna framleiða orð sem maður ekki skilur. En manni líður vel og þetta er satt og þetta er dásamlegt. Ég trúi ekki á þá stýrn heilags anda þegar að sagt er talaðu og talaðu bara eitthvað. En ég trúi á það þegar andinn kemur og tekur tök á okkur og lætur okkur tala. Það er samstætt við þá reynslu sem ég fengið öðlast. Ég var í fastasvefni norður á Siglufirði 11. júlí 1948. Þá vaknaði ég við þessi undur náðarinnar. Ég var ekki í loftstofunni í Jerúsalem og ég var ekki í almennri samkomu en svona Guð miskunnsamur og náðaríkur. Og nú er andanum úttelt þannig að með stýrast í heilagum anda út á götu, í samkomum, í heimilum sínum og hvar sem er. Og það sem fylgir stýrn andans, það er fyrst og fremst elska til Jesú Krist. Maður heiðrar hann, maður veggsamar hann, maður er efalaus hann, hann er drottinn, hann er Guð, hann er lausnari minn og hann er frelsari, hann er dásamlegur, hann er dýrlegur og allir þurfa að eiga Jesú og allir þurfa að kynnast Jesú og allir þurfa að handla Jesú. Hann mun vegsama mig því að af mínu mun hann taka. Þetta er undursamlegt líf. Þetta er kristindómur, vinir, og við skömmustum okkur ekki fyrir hann og við viljum að þetta nái fram, að andanum verði úttelt yfir alla þjóðina, eins og ég kem að áður en að ég enda hér vitnisburð minn í dag. En þessir menn sem stýrðust í heilagum anda og elda á Hvítasunnudag, þeir fengu fyrir utan kærleika Guðs að reynana, það kom kraftur yfir þá. Það er fátt eitt sem menn blygða sín jafn mikið fyrir eins og að játa sína trú. Og flestir vilja hafa þetta í felum eða jafnvel neðar en í rassvasanum. Og ef ykkur gerir svo djarfur að játa sína trú, þá er hann stimplaður öfgamaður og ofsatrúar maður. Þvílíkur misskilningur. Ég fyrirvar mig ekki fyrir fagnaðarerindi, það er kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim er trúir, segir Páll postuli. En til þess að játa trú þá þurfum veikir menn kraft. Þetta er staðreynd að menn hafa verið ráðgeittur og dregið sig tilbaka og ætlaði að fela sin lit og fela sína stöðu.
En Jesus sagði við þá: þér munuð öðlast kraft heilagur andi kemur yfir yður og þér munuð verða vottar mínir bæði í Jerúsalem, í Júdeu og Samaríu og til ystu endi marka jarðarinnar. Og þessi vitnisburður hefur náð hingað til Íslands, þessa kalda lands, að andanum líka úthellt og andanum fylgir kraftur. Og þú sem ert veikur fyrir freistingum og þróttlítill í þinni trú, þú skal keppa eftir þessum krafti. Þú skal biðja Jesú Krist hreinsun í blóðinu og þá meðtekur þennan kraft. Þú verður annan maður og eftir. Það verða krossgötur í lífið þínu. Þú blygðast þín ekki, þú fyrirverður þig ekki. Þú hefur fundið að reyna þessa dásemd og þessa blessun. Þeir urðu fullir af heilugum anda og tóku að tala nýjum tungum eins og andinn gaf þeim að mæla. Að vera fullur af anda hreinleikans og sannleikans, þetta eitthvað stórkostlegt. Enda segir heilug ritning frá því að hann sem hefur gefið heilagan anda yfir mannlegt hold, hann þráir með afbrýði andan. Vegna þess að við erum svo veik og vegna þess að við erum svo ófullkomin, þá er eins og löngun hans þessi óvægiskyldi hafa gefið andan. Ég vil taka hann jafnvel aftur, en miskunn Guðs er svo mikil að hann ydrar ekki náðargjafa sinna eða kallunar, og þeir sem hafa meðtekið þennan blessaða anda, þeir finna hér í fjársjóður, en hann býr í leirkerum. En Guð hefur útbúið honum stað í okkur til þess að við skildum viðfræja dáðir hans. Fyrir hverja er heilagur andi og hverjir stýrast með heilagum anda og eldi. Það mun verða á honum efstu dögum, segir Guð, að ég mun úthella af anda mínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá, ungmenni yðar munu sjá sjónir, gamalmenni yðar mun dreyma. Já, einnig yfir þræla og yfir ambáttir mun ég á þeim dögum úthella af anda mínum yfir allt hold. Þetta er þá fyrir þig. Þetta er líka fyrir mig og ég þakka Guði fyrir það. Og það er sagt frá því að þetta muni verða á hinum efstu dögum, sem sé þetta tímanna topp. Dauði og dofi og sljóleiki og andvaraleysi skal í burtu. Það skal koma inn í kirkjuna, inn í safniðina, inn í kristnina líf. Og það mun ná frá drengjum og stúlkum til gamalmenna. Já, yfir allt hold, segir hér. Og í loka orðunum sem ég bend á hér í dag stendur: en þeir hörðu þetta stungust þeir í hjörtun og sögðu við Pétur og hina apostolana: hvað eigum við að gjöra, bræður? En Pétur sagði við þá: gjörið iðrun og sérhver yðar láti skýrast í nafni Jesú Krist til fyrirgefningar synda yðar, og þér munuð öðlast gjöf heilags anda. Hiklaust, ákveðið, þið munuð öðlast. Vertu opinn, vertu við kross Jesú Krist, þú munt öðlast. Þú munt verða nýr maður, þú munt fá meiri kraft og meira líf og meiri blessun, og þú munt tala með nýjum tungum og vexa með Guð. Því að yður er ætlað fyrirheitið og börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru. Okkur héðan frá Íslandi, í fjarlægðinni frá Jerúsalem, okkur er líka boðið. Og fyrir 50 árum síðan kom þessi boðskapur til Íslands, að menn gætu stýrt með heilugum anda og eldi, og þau skyldu stýrast með heilugum anda og eldi. Guð blessa okkur hvítasunnudag með hvítasunnu orði, hvítasunnu boðskap og hvítasunnu reynslu. Þá mun blessun verða í þessu landi og þá munu menn verða með einum huga, samankomnir og samstæðir í helgidóminum og lofandi Guð. Í Jesú nafni. Amen.
samkomu hér á hvítasunnudag í Fíladelfíu í Reykjavík. Og það tilheyrir endi hverjar samkomu að hver og einn sem inni fær að tjá sig fyrir augliti Guðs. Á hvítasunnudag stungust þeir í hjörtun og spurðu við Pétur og hinn apostolana hvað eigum við að gjöra. Og ég veit að í þeim hópi sem hér í dag hefur orðið hitt hjörtun og mynd á og kannski með áhyggjur og kvíða. Og þú sérð ekki framundan sumar með hlýju og ill. Þú hefur andvöku nætur og þú átt bátt. Þú kannski áhyggjur af barnið þínu, drengnum þínum sem ætti að vera hér í dag. En lenti í einhverjum skemmtistaðnum í borginni í gær og var fullur í nótt og heldur svo áfram sinniðju eins og 100 ungmenn að gera í okkar borg. Og góð orð þín hafa ekki náð til áminningar eða leiðbeiningar. Þú hefur eina leið og hún þessi. Þú biður og þú hefur beðið og þú skalt biðja. Og svo ertu hér líka sem hefur sjúkleika í líkama þínum og ert á lyfjum og nýtur mannlegrar hjálpar, en það gagnar ekki og hefur ekki hjálpað enn. En Drottinn græðari þinn og Drottinn læknir þinn. Þið eru öll á réttum stað í dag til þess að tjá okkur fyrir augliti Guðs. Og nú ætla ég að biðja ykkur öllum að rísa úr sætum, gjörðu svo vel. Og þið vinir sem eru hér í dag og eru með bænaefni, ég ætla að biðja ykkur að ganga nú rösklega og fljótt fram og tjá Guði óskir ykkar. Og þið sem voru stýrið í dag, gangið þið fyrst fram, gerið svo vel. Og komið svo eftir vinir, bræður og systur og berum fram bænaefnin. Já, nú ekki tíminn til að hika því þetta aðeins augnablik. Og við áköllum nafni Jesú Krist. Hann okkar frelsari. Það hann sem fyrirgefur syndir. Það hann sem hreinsar samvisku okkar og gefur okkur fullvissu eilíft líf. Komið nú konur og menn að krossinum í Jesú senn. Þótt nauðið þrengið þrenn, þar fast nóg lækning enn. Yngri og eldri koma hér fram, kallar og konur koma hér fram. Þið hafið lokuð augun og þið ákallið Jesú. Hann ykkar frelsari, hann ykkar lausnari. Fögur sjón að sjá mæður sína, koma með börnin, Guð bless ykkur systur. Þetta gerðu þér forðum, þau komu með börnin til hans. Gjörðu svo vel, fleiri, við áköllum nafni Jesú Krist.
Höfum lokuð augun þegar við byggjum. Gjörðu svo vel yngri og eldri. Hafið lokuð augun og segið bara nafni Jesús, Jesús. Það Jesús sem heimurinn þarfnast. Þú sér þennan hóp sem hér hefur komið fram með bænaefnin. Þú ætlaðir að biðja Föðurinn og við viljum líka biðja hann í nafni þínu. Viltu veita þessum vínum sem hér hafa komið fram líkn og náð. Ég bið fyrir þeim sem eru nýstýrðir og vilja nú ganga veginn með þér áfram, hjálpaðu þeim. Stýrðu þá með heilögum anda og eldi og gefðu þeim kraft frá þér. Ég bið svo fyrir þeim sem eru sjúkir og líður illa í líkama sínum. Þakka þér fyrir að þú megnar að lækna og hjálpa. Þú ert hinn sami í gær og í dag og að eilífu og bænin til þín getur breytt hlutunum. Ég bið svo fyrir þeim sem bera áhyggjur og kvíða. Ég bið fyrir þeim sem fella tár vegna barnanna sinna. Ég bið miskunn og náð okkur öllum til handa, Herra. Þakka þér fyrir að þú ert fullríkur fyrir alla þá sem ákalla þig og þú gefur okkur bænasvör á þessum degi í Jesú nafni. Amen. Við syngjum nú sameiginlega endingu versið mætara en lífið miskunn þín Guð og tökum öll undir, við kunnum þetta vers. Amen.
nafni. Amen.